Ostur, það er málið. Ostur er náttúrulega veislukostur eins og þeir segja, en í mörgum tilfellum er fólk árið komin svona aðeins leið að vera bara með sultu og ritskeks. Það er gott líka, en ég ætla að gera svona skemmtilegt. Ég ætla að taka hérna 3 uppáhaldsostana mína og ég er náttúrulega með osta sem eru nýir á markaðnum. Geita Brie, Stóri Dímon og Gullost. Það er svona það sem er svona eiginlega uppáhald fyrir mig, en allir geta náttúrulega valið sína osta. Geitaost Brie er sérlega skemmtilegur og hann er mildari en þessar erlendu útgáfur sem sumir finna bara ullabragð út í eitt. Ég ætla að taka og fá kryddið aðeins til. Ég ætla að byrja á gullostinum sem er ansi skemmtilegur og í hann ætla ég að elda með hvítlauk og smá timjan eða garðablóðbergi eins og kalla. Og það byrjum við bara með að setja hana miðan diskinn. Það þarf ekki að vera flókið. Góð ólífólía yfir. Þetta gæti líka verið réttur sem að myndi kannski vera líka svona með pinnamatt. Þá getur maður til dæmis verið með þetta og svo verið bara með snittubrauð. Smá salt og pipar og til að gera þetta aðeins meira skemmtilega en bara ólífólíu, salt og pipar sem er gott líka, þá ætla ég að setja smá timjan og svo er ég hérna með skemmtilega útgáf af hvítlauk sem er ekki með eins mikið að kjarna. Þetta er rauninni bara einn hvítlaukur sem er auðvelt að saxa. Þess vegna ætla ég bara að taka hann og reyna að taka hann eins fínt og ég get. Það er ekki allir sem að taka svona kokka fínt, þess vegna væri líka skemmtilegt að bara rífa hann í rifjárni. Þetta er svona, Ítalíu myndi skera hann með rakvélablaði til að gera svona góðu tómatsósu með pastanu og spagettinu. En þetta er líka bara æfingi skapað meistarann. Vel að hvítlauk og hann ristast og verður svona skemmtilega stökkur. Og þetta á að vera svolítið svona óreglulegt og má vera aðeins á disknum. Þetta hérna tók mig innan við mínútu og ég ætla bara aðeins að setja þetta í ofninn, hálftími, 180 gráður, svo osturinn fara að leka niður í blandu hvítlauk, ólífólíu og náttúrulega salt og pipar. Út af að ég byrjaði á heituréttunum, þá ætla ég að taka annan sem er mjög keimlíkur þessum, en samt svona öðruvísi. Þá tek ég Stóra Dímon. Stóri Dímon er líka skemmtilegur í veislu út af að hann er veglegur, eins og fólk sér. Við þennan ætla ég ekki mikið að gera, en ég ætla bara að setja mangótjotni og kóríander ofan þennan. Mangótjotni eru mjög misjöfn og þau eru mjög mismunandi krydduð. En þetta hérna er ég mjög hrifinn af og þetta er svona, þú ert komin hálfa leið til Indlands að borða þetta. Það er svolítið svona, eins og maður myndi sletta, spicy. Þetta má bara fara svolítið vel í miðjuna. Og svo staðinn fyrir áðan sett ég timjanið. Þá ætla ég að fá að lauma nokkrum kóríander og það passar eiginlega betur við þetta. Og ég vil hafa þetta svolítið óreglulegt. Þetta eldast og lekur niður. Og svo nota sparútgáfan, þá finnst mér fallegt að skreyta diskinn með að setja aðeins svona. Þessi líka innan við mínúta í ofninn. Þá er það síðast en ekki sístur, það er geitaost. Geitaost bragðið viljum við láta njóta sín, þess vegna ætlum við ekki að baka hann. Þannig að auðvitað er hægt að baka hann, þá myndum maður kannski baka hann og gefa hann með parmaskinku eða eitthvað svona sem væri flokkaður meiri sem forréttur. Geitarostur er mjög oft notaður í forrétt. En þennan ætla ég að hafa svolítið sætan. Ég ætla að hafa hunang. Ég ætla að hafa risberasultu og fersk hindber. Og ég ætla að rauninni bara að taka smá af sultunni. Setja það núna á. Aðeins að fá að smyrja. Svo ætla ég að fá að raða ferskum hindberum í núna. Í þetta er sama, maður passa stundum að gæti verið smá mygla inn í, það er bara að fylgjast með. Það þarf náttúrulega að flytja sér hindbera hinum með hettinum, svo bara skoða vel hindberinn. Ekki er verra að hafa nokkuð skraut, þegar maður er búinn að fjárfesta í heilu boxi, þá er að gera að nota sem megna því. Eina sem við gerum svo, tökum gott hunang og látum leka yfir. Og þetta er ekki gefið með brauðum, þá er ég bara búinn að stytta mig leið
kaupa bara svona tilbúin brauð. En það náttúrulega, ég vil ekki hafa mikið salt af þessu, svo ég ætla rauninni bara að fá að setja hérna með að fólk getur tekið. Veislan byrjuð, gullostur með hvítlauk, timjan, ólífuolíu, salt og pipar, stóri dímon með mangotjötni og kóríander og geitaost brie með hindberum og stökku brauði. Klárt.